Í þessari talningu rifgirðingar talin sem ein eyja þó hún sé reyndar eyjaklassi og merkingar eyjunum þar fer nú fjölgandi. Og liturinn, það bara nokkuð gagnlegt að vera með sitthvorn litinn. Bæði þegar við sjáum þær í höfninni Stykkishólmi á veturna og líka þegar við erum að merkja á vorin og sjáum þær fljúga þá sjáum við strax hvort að þetta sé heimakolla eða ekki. Þannig að ef liturinn ekki réttur miðað við eyjuna þá höfum við ástæðu til þess að koma aftur og við höfum auðvitað ástæðu til að koma aftur ef við náum ekki merkinu í fyrstu tilraun. Síðan það þannig að við vonuðum það nú líka að kannski myndi nú almenningur sjá eitthvað til þeirra líka fuglaljósmyndarar og slíkir og þá skárra að geta sagt frá litnum á merkinu jafnvel þó að viðkomandi hafi ekki lesið kóðan. Það segir okkur strax hvort að þetta sé stakningur, landeyðingur eða eitthvað slíkt eða þar fram eftir götunum. Nú, ég sem sagt, þetta verkefni fjármagnað af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands og markmiðin eru sem sagt þar í árlegri umsókn eru talin upp 4, kanna hvort kvenfuglar færi sig milli eyja, skýra einstaklingsbreytileika í vali á hreiðurstæði og varpárangri. Og til þess að setja það aðeins í samhengi þá skulum við kíkja hérna á finnskan kollega minn Markus Öst og hann var búinn að vara mig við því að þær færa sig ekkert mikið. Þeir voru búnir að birta þetta grein 2011 og þeim fannst þær ekki færa sig mikið og þarna í söður Finnlandi þá eru þeir með 2 megingerðir af eyjum. Þeir eru annars með beranguslega klettaeyjar sem raunverulega mjög svipaður hreiðurstafur og æðarfuglar nota í til dæmis á heimskautasvæðunum, Kanada og Svalbarða á fleiri stöðum. Síðan eru við í Finnlandi þannig að þeir eru mjög skógvaxnar eyjar líka. Og þær eru mjög íhaldsamar á þetta allt saman. Það færa sig lítið og þið sjáið hérna rauðu punktana, það eru 11% sem færa sig þegar þeir hafa fundið endurheimti og fuglinn hefur fært sig þá hefur það verið 11% sem að 100 metrar eða meira og það mjög óveruleg vegalengd í raunverulega þegar við tala eyjar og eyjaklasa. Nú, það sem sérkenni Breiðafjarðar og reyndar fleiri íslenskra æðarvarpa hvað eyjarnar eru mjög grónar. Við erum raunverulega með mikið af graslendi, það eru bæði niðri í fjöru uppi á eyjunum og sumar eyjarnar eru hæðóttar, sumar eru beinlínis eins og lítil fjöll, sumar eru flatar, sumstaðar eru æðarbændur búnir að setja upp hús eða önnur manngerð hreiðurstæði, þannig stóða nú lítið að gera það virðist vera í Breiðafirði. Við erum minna hrifnar af því heldur en til dæmis á Vestfjörðum og fleiri stöðum annars staðar á landinu. Svo eru Breiðafjarðar eyjarnar, þær eru minkur kom í Breiðafjörð 1948 og hann sem sagt viðvarandi í rifgirðingum á okkar merkingastöðum og það minkleitaðar allar hinnar eyjarnar. Þannig að hann getur birst í þeim flest öllum. Hann hefur meira að segja komist út í Elliðaey sem 8-9 kílómetra frá landi. Og svo það það sem svolítið í uppáhaldi hjá mér og fleirum, það eru blessaðir mávarnir og í Landeyjarvarpinu einmitt stórt sílamásvarp. Og reyndar eru við með allar mávategundirnar nema 2 verpandi í Landey, það að segja við höfum ekki ennþá fundið hreiður, ritu eða hettumás. Þannig allir hinir hafa fundist allavega 2-3 hreiður. Og þessi breytileiki í hreiðurstaðavali, við erum hérna með á þessum myndum, í miðri myndinni hreiður í víðirunna, lengst til vinstri í miðjunni hreiður í þangbunga niðri í fjöru, lengst til hægri í miðjunni hreiður í Hvannarstóði út í Sellátri. Svo erum við þarna með grjót, hreiðurkassa, þúfur. Þannig að þær geta valið ansi margar gerðir af gróðri, ansi margar gerðir af hulningu og svo geta þær auðvitað valið eins og þið kannski þekkið, þær verpa sumar bara út á berangri. Þú sérð fuglinn sitjandi á hreiðurinn á margra 20 metra færi eða þá þær fela sig nánast ofan í holu, svona nánast farnar að vera í bara undir lyngþúfu eða einhverju slíku. Þannig að þær hafa raunverulega gríðarlega fjölbreytta möguleika á að velja sér hreiðurstæði. Nú, svo náttúrulega eru þarna hefðbundin markmið sem
eru nú svona vanalegi fuglarannsóknum, bera saman varpaárangur, dagsetningu varps, álegu festu og síðan kanna þetta hvort að eftir því sem fuglarnir verða gamlir, nú ég að horfa til framtíðar þegar við erum búin að merkja í 10, 15, 20 ár, þeir verða 10, 20 ára gamlar æðarkollurnar. Svo elsta ég endurheimti eða Smári endurheimti að mér viðstöddum, það var 2014 og hún var merkt 93. Þá eru þær sennilega 23, 24 ára, þær byrja að verpa 2 eða 3 ára, samkvæmt erlendum rannsóknum. Og svo viljum við auðvitað skilja betur bara hvernig æðarvarp fungerar, hvernig þessar fjöldabreytingar innan eyja og milli eyja fungera og tala saman, vegna þess að þessar eyjar eru nágranna eyjar. Þannig ef það kemur hreyfing á æðarstofninn í einni eyju, þá er hún líkleg til að skila sér sem fjölgun einhvers staðar annars staðar. Nú, mælingarnar með merkingunum, þær tóku svolítið mið af SeaTrack og það sem þeir báðu mælingar á líkamsstærð og svo eru þarna hlutir sem eru þekktir úr erlendum rannsóknum. Sveinn Ari Hansen í Noregi byrjaði að mæla þessar hvítu vængrendur sem eru mjög breytilegar í stærð og umfangi milli æðarkollna. Og við tökum GPS og vatnspróf á hverju einasta hreiðri. Skiptir ekki máli hvort að fuglinn sleppi frá okkur eða ekki. Við merkjum alltaf öll hreiðrin í byrjun allavega í fyrstu ferðinni, þá tökum við vatnspróf af öllum hreiðrunum, hvort við náum fuglinum eða ekki. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá 2 af þessum hlutum, það að segja ykkur aðeins frá álegustiginu og hvernig við notum þau gögn og segja ykkur aðeins frá þessum litabreytileika sem svolítið skemmtilegur. Og best að fara aðeins nokkur ára aftur í tímann vegna þess að 2009, þetta var fyrsta greinin sem við birtum æðarfugl, ef ég man rétt. Þá komumst við að því að æðarkollurnar í Bíldsey og Breiðafirði, og gott ef ekki Dýrafirði líka, það var samband milli vetrarveðurs og hversu snemma urpu. Og ég man alltaf eftir svipnum á Tómasi Gunnarsinni því ég sagði honum þetta væri hversu mikill lægðagangur væri veturinn, þá kemur það seinna og hvernig virkar það eiginlega. Og allavega greinin var samþykkt og þetta er fugl sem safnar næringarforða fyrir varp á veturna og fitar sig upp og það virðist sem að allavega hugmyndin svo, það virðist ganga erfiðar í miklu ölduróti og vind og veðrum og ég sagði það í gríni þegar þessi frétt birtist á RÚV á skjánum, þetta væri lægðasamasti vetur Íslandssögunnar, þá sagði ég já, heyrðu, þær koma seint næsta sumar. Og 28. apríl 2015 og svo var stjórn Æðarræktarfélags Íslands með fund í Stykkishólmi 20. maí og það stóð heima. Þær voru seinar alls staðar á landinu og þetta sést í gögnunum okkar frá Landey og Stakksey, bláu súlurnar lengra til hægri. Skilgreindu fyrir okkur vatnspróf? Já, ég beður að skilgreina vatnspróf. Þetta við erum með vatnsfötu, litla vatnsfötu á stærð við majónesskál eða eitthvað svoleiðis og við flotprófum eggin og það segir okkur til álegustigi. Þannig að ef eggið sekkur þá það tiltölulega nýorpið en ef það farið að fljóta upp í vatnsyfirborðinu þá álegustigið, þá komið fast að klaki. Þannig að þetta segir okkur hvort að fuglinn sé nýorpin eða ekki. Síðan dagsetning varpsins eða hreiðursins reiknuð tilbaka með aðhvarfsprófi. Þannig að, og það annað sem við sjáum í þessum gögnum og það það að dagsetningin 25. til 27. maí þá yfirleitt svona, hvað maður segja, þá koma þær nú flestar, hvort sem þær koma seint eða snemma. Það oft flestu gildin. Þetta byrjaði sem mastersverkefni hjá Aldísi Pálsdóttur og við höfum haldið þessari gagnasöfnun áfram. Þannig að það komin 4 ár og 2 fyrstu voru í hennar ritgerð. Og hvernig eru æðarkollur á litin? Ég held að þær væri nú bara nokkurn veginn svona. Það væri bara venjuleg andakolla, það væri svona þokkalega brúnar. Og við komumst nú að því að það eru til nokkrar útfærslur af því. Það vel þekkt, æðarbændur þekktu nú alveg gráar kollur. Þeir telja nú gjarnan að það séu þessar gömlu.
Það nú ein ástæðan fyrir því að við myndum alltaf æðarkollurnar, að hvort að liturinn breytist eftir því sem þekktur, merktur fuglinn eldist. Svo erum við með þessar ljósbrúnu, við erum með brúnar og svona alls konar litbrigði. Og svo annað sem mjög breytilegt líka, það mynstrið. Hvort að kollurinn sé til dæmis dökkur, hvort að andlitið sé dílótt eða bara fölleitt, það að segja alþakið svörtum dílum eins og á þessari vinkonu okkar, dökkt andlitið eiginlega samlitt höfðinu. Og svo þessi brúna uppi til vinstri, hún með frekar fullt andlit. Og svo þessar rákir á kviðnum, þær eru mjög breytilega líka, annarkvort þekja þær allan kviðin eða helminginn á honum eða eiginlega ekki neitt. Þannig að þetta svolítið forvitnilegt. Síðan það þannig að bakið og vængirnir eru alltaf brúnir. Þessi breytileiki virðist vera bundinn við höfuðið, kviðin og herðarnar að mestu leyti. Og þá skulum við halda út í eyjar og sjá hvernig gekk að merkja. Hérna sem sagt Árni stendur í fjörunni og maðurinn í bátnum Ásgeir Árnason, faðir hans. Og Ásgeir líka vitavörður í Elliðaey og Höskuldshey. Þannig að hans reynsla af þessum eyjum var svolítið mikilvæg í byrjun. Og ég sé að eyjarnar skila sér mjög illa frá sjónum á þessu Breiðafjarðarkorti á skjánum hjá ykkur. Þeir eru bara hvítar á ljósbláum grunni. En í öllu falli, þetta byrjaði 2015 og við vorum nokkuð ánægðir. 200 kollur merktar og með svona fótfestu á flestum merkingastöðunum. Og þá alltaf spurningin hvernig gengur þetta næsta ári. Og 2016, þá hélt þetta nú bara áfram. Og við vorum bara á svipuðu róli og meira að segja náðum að bæta á nokkrum stöðum, aðallega í Landey og svo líka í Rifgirðingu. Það hefur mikið að segja náttúrulega reynsla. Bæði það að bara reynsla sérstaklega gagnvart staðháttum og hvar fuglarnir eru. Og líka svona bara almenn reynsla, bátavesenið og hvernig best að lenda bátnum og betra að fara þarna á flóði eða fjöru eða hvað. Og við vorum alveg vissir að þetta yrði ekki toppað. Það voru 200 og eitthvað rúmlega 200 kollur sem við snöruðum þarna. En okkur tókst nú samt sem áður, þrátt fyrir svona 80 leiðilegt tíðarfæri í vetur að gera enn betur í þetta sumarið. Bættum við nokkrum eyjum, bættum þarna við Bíldsey og Þormóðsey. Svo Gimburey með eina kollu og það skýring á því. Þetta eyja sem var með í Vestnesverkefninu Aldísar og þar voru 20-30 kollur. Og við komum í land þarna einn daginn og fundum eina kollu og reyndar náðum henni. Þá hafði komist minkur í Gimburey. Þannig að það svolítið að sjá hvort að Gimburey jafnar sig á næsta ári. En þeir náðu minknum. Minkabaninn hann Snorri, hann kom og þeir náðu kvikindinu, þannig að það var nú gott. Og Rifgirðingar sóttu mjög í sig veðrið og það vegna þess að Jón, fyrst fórum við eins og við erum vön, eina ferð í 4-5 eyjar. Og síðan tók Jón við keflinu í sínum ferðum, hann fer þarna út og var kominn upp í 40 fugla áður en yfir lauk. Þannig að þetta og sem við erum sem sagt með nýmerktar eða með þekktir einstaklingar í kerfinu eru 681. Og það í sjálfu sér bara nokkuð gott og gott að fá Bíldsey inn. Hún þarna við hliðina á Elliðaey og svona miðja vegu milli Elliðaeyjar og Rifgirðinga. Og þannig að það svona mislangt á milli eyjanna og við svona teljum okkur dekka þetta svæði nokkuð vel. En hitt annað mála, það ekki hægt. Þið vitið það að Breiðafjarðareyjar eru 3000, það alveg vonlaust að ætla að merkja allstaðar. Og þessi tafla er bæði ljót og ferleg, þannig að þið skulu bara horfa aðeins á dálkinn lengst til hægri sem hlutfall endurheimta. Við sem sagt erum ennþá okkur til mikillar furðu. Ég held að við værum að komast á þann þröskuld í Landey að komin nánast í eintómar endurheimtunum í vor. Það var ekki. Það helmingur endurheimt og helmingur sem eru nýmerkingar. Þannig að í Landey höfum við merkt frá upphafi 263 einstaklinga. Og varpið þarna sennilega einhvers staðar á bilinu 200-300 hreiður, jafnvel ennþá fleiri. Svo eru litlu eyjarnar við hliðina á Landey, þarna í innsiglingunni í Stykkishólmi, þar eru við með Hjallsey, svipað hlutfall. Svo eru Stakkseyingar, það svona
Það snara 44 kollur og það eru bara 7 nýmerkingar. Það var mjög sérstakt en Stakkseyingar eru sem sagt svona setulið. Það er greinilega hópur á kollum sem bara á þessa eyju og deilir henni ekki með neinum. Og sama má segja Þorvaldsey. Aðeins önnur, svo eru hérna Þorvaldsey og Sellátur, þetta eru nágrannaeyjar vestur af Stykkishólmi. Og það eru öllu færri kollur í Þorvaldsey sem þýðir það að við erum búin að ná lengra í því að merkja fleiri einstaklingar. Munar töluvert miklu. Og Elliðaey þarna, útvörðurinn, hún er komin á nokkuð gott ról og svo er sérstaklega með aðkomu Jóns sem er þarna, getur núna farið í merkingareyjarnar okkar og svo nærliggjandi eyjar og sker og gáðað endurheimtum og gerir þetta myndarskap. Þannig hann er búinn að koma rifgirðingum í 84 merkta. Þetta er 300 kollna varp. Hann lætur okkur hafa tölur árlega. Þannig að hann er með það byrja 300 hreiður og við erum búin að koma merki á 84 þeirra á 3 árum sem maður sjálfur sér ágætt. Svo eru það nýju eyjarnar, það verður fróðlegt að sjá hvernig Höskuldsey, Bíldsey og vonandi í framtíðinni Gimburey líka. Svo er hérna Þormóðsey hún er hérna ennþá vestar heldur en Þorvaldsey og Sellátur. Höskuldsey er síðan lengst í vestri af þessum eyjum. Og við erum nokkuð ánægðir með 29 í Þormóðsey því það er ekki nema 60-70 hreiður. Og þar verpur líka annað eins ef ekki 2 sinnum meira af svartbaki. Það er mjög sérstakt að merkja æðarfugl með brjálaðan svartbaki yfir sér. Þannig að Þormóðsey er svartbakaeyjan en Landey er eins og ég sýni ykkur bráðum, það er sílamávaeyjan. Það er rétt að nefna það að það eru sumir sem höfðu efasemdir það að það myndi borga sig að nota þessi litmerki. Það notið ekki bara stálmerki og treystið á endurheimtur með snörunni. Við ákváðum það strax að reyna að mynda, þannig að við komum að fugli og hann flýgur af, þá er Árni tilbúinn með aðdráttarlinsuna. Ef að aðdráttarlinsan er ekki nærri þá er bara hreiðrið einfallega merkt sérstaklega það er sett niður prik eða nóteraði GPS-punkturinn og það þarf að heimsækja þetta hreiður aftur. Og núna síðustu 2 árin þá er þetta 28% af öllum endurheimtum sem við fáum. Fuglinn flýgur af, merkið næst á mynd og ef að þetta tekst hjá okkur svona þá erum við með GPS-punkt, við erum með vatnspróf, þá er fuglinn afgreiddur það árið. Við erum ekki að svekkja okkur á því að ná ekki að vikta hann eða mæla hann eða ángra fuglinn eitt meira. Við vitum hver þetta er, hann á þetta hreiður, hann með þetta mörg egg og þá er hún komin á blað það árið. Og Stakkseyingarnir sérstaklega eru mikið í þessu. Þeir fara mikið að hreiðrinu, þeir verpa flestir við vík, vestanvert á eyjunni. Það er leira þar fyrir framan, þannig að þegar fuglinn flýgur af þá stekkur hann í fjör og lappar svo aðeins á leirinu og þá er hægt vik að ná myndum að þeim. Þannig að Stakkseyingar eru mjög myndrænir í þessu leyti. Þannig að þetta er... Nú varðandi þessa mynd, hún er pínulítið óvenjuleg. Ekki bara vegna þess að Skipavíkurhöfnin er í baksýn, heldur vegna þess að fuglinn er þarna upp í lofti. Og það er vegna þess að hún varp þarna upp í klettunum. Félagarina sem við náðum á svipuðum slóðum, þeir voru þarna niðri í þúfunum, niðri við fjöruna. Þannig að þegar Árni er að snara hana þá flýgur hún af og það myndast þessi lundaháfa stemming sem þetta er alls ekki venjulegt. Venjulega er fuglinn á jörðu niðri, situr kjur, það er einn með snöruna, heldur snörunni niðri og félaginn kemur og tekur í endan á stönginni og handsamar fuglinn. Þannig að það er yfirleitt ekki að fljúga neitt af svona mikið af stað hjá okkur. Nú annað varðandi litabreytileikann, þennan fugl merktu við fyrst 2014 og aftur 2016 og þið sjáuð á 2 efstu myndunum, hún er frekar svipuð milli ára, hún er með svona dökkt andlit, dökkan koll og brún. Svo náðist hún á mynd veturinn 2016-17 og þetta er eina fáum kollum sem að það er 100-200 kollur í kringum Stykkishólm á veturna og það er alltaf eitthvað af þeim með merki. Förum stundum út og náum þeim á mynd. Þá sjáum við þetta sem við reyndar sjáum ef við horfum á æðarhópa á veturna. Vetrarbúningurinn er dekkri, hann svona súkkulaði brúnni og hann er líka einsleitari. Það er einn og einn fugl sem sker sig eitthvað úr í útliti en annars eru þær yfirleitt frekar einsleitar í þessum vetrarbúningi.
Þá skulum við kíkja í Stykkishólm, þarna í staddur sem sagt við Beitningaskúrana vestast í bænum og ég ætla að segja ykkur frá muninum annars vegar Landey og hins vegar Hjalsey og Stakksey. Munurinn að í Landey verpa 600, töldu við samkvæmt sniðtalningu í sumar, 600 pör af sílamá og 35-40 pör af svartbak. En í Hjalsey eru 2 pör af svartbak og 1 par af svartbak í Stakksey og sílamávagerið skipti sér lítið sem ekkert af þessum tveimur eyjum. Sílamágur hins vegar fyrir Æðarkollu og Hreiðri sem svona með í fullu fjöri, hún engin ógn, þær halda sig alveg, þetta hérna úr trailcam myndavél með hreyfiskynjara. Þau eru oft hlið við hlið og sílamávarnir, við höfum séð að reyna að stugga við þeim, ráðast á kolluna og svo ef við komum daginn eftir þá bara situr hún á sínum stað. Og einhverjir ná þeir að lauma sér, einhverjir ná þeir að næla sér í að veggjum sjálfsagt en þetta virðist vera nokkuð gott sambýli. Það var mjög gaman að segja frá þessu á ársfundi Æðarræktarfélagsins eitt haustið að við værum með sílamáinn sem svona enga flughers fyrir æðarkollunar. Þetta þekkt erlendis frá í Svíþjóð, í Færeyjum og fleiri stöðum og hjá fleiri mávategundum. Svo hérna hvítmáfur, ég veit ekki hversu vel, hann skilar sér á skjáinn hérna efst í, þarna sem sagt, hann byrjaði á því að byggja hreiðrið sem þessi æðarkolla situr á. Hún stal því og sambúðin það gekk á ýmsu sem mátti sjá í þessari myndavél en hún leiddi nú út á endanum. Og því miður þá eyðilagðist þetta hreiðurstæði veturinn á eftir. Það eru hestar í Landey á veturna og þeir höfðu traðkað þennan blett niður þannig að við fengum ekki framhald á þessari sögu árin á eftir. Nú Stakkseyingar, setuliðið í Stakksey, þið sjáu þarna fullt af gulum punktum neðst til vinstri á myndinni og svo sjáu þið rauðan flekk í fjörunni. Rauði flekkurinn sýnir hvað langreiður strandaði þar kvöldi 19. júní 2016. Sama dag höfðum við Ellen og Árni merkt 10-15 kollur í eyjunni, bætt vel í, þannig að Stakkseyingar, við erum búin að afgreiða Stakksey ansi vel og þá gerist þetta. Og það var alveg ákveðið skotið á fundi og ákveðið að láta ekki hvalshræið rotna þarna í fjörunni, 200-300 metrar fjarlægð frá byggðinni í Stykkishólmi. Og björgunarsveitin stóð sig afskaplega vel, en þeir urðu náttúrulega að fara í land og vesenast með báta og kaðla og fleira hérna á nesinu hérna fyrir ofan rauða flekkins, þar sem hvalurinn strandaði. Og við reiknuðum með því að æðarvarpið þarna hefðum farið í klessu það árið, en þessar tvær í bara nokkra metra fjarlægð, bara jafnlangt og ég frá fólkinu hérna í salnum, frá hvalnum, þær sátu ennþá þegar við komum að 10 dögum seinna. Og þarna sjáum við eftir á móti aftur 2 einstaklinga í mjög ólíkum lit. Hún mjög grá á litin þessi efri og hún frekar brún þessi neðri. Nú rifgirðingar, það svolítið sérstakt. Við höfum alltaf talið rifgirðingar sem einn merkingarstað. Við vorum að ræða það daginn að við þurfum eiginlega að fara að hætta því þetta farið að dreifa sér eyjarnar þannig rifgirðingum. Og í rifgirðingum við byrjuðum að merkja 2015, þá fórum við síðast út í rifgirðingar. Við búin að fara á 6 staði að leita að æðarhreiðrum. Við Árni komum á bátnum og förum að leita að æðarhreiðrum og förum að sjálfsögðu niður í fjöru fyrst. Þar var mest af þeim á hinum stöðunum. Þá gellur í Jóni strákar, hvað eru þið að gera? Vegna þess að í rifgirðingum eiginlega, það gerist jú, en það mjög sjaldgæft að finna þær nálægt fjörunni og það út af minknum. Jón með, eins og fleiri, allir á þessu svæði með minkagildrur og minkaveiðimaðurinn kemur í heimsókn með hunda og fleira. En minkurinn kominn til að vera þarna og það sérkenni rifgirðinga í þessu verkefni. Þarna höfum við minkaáhrifin með í verkefninu. Og eins og ég segi, Jón orðinn meðlimur af þessum hóp og tekur þátt í merkingum og bollaleggingum og fleiru og þarna teymið að skoða eitthvað voðalega sniðugt í tölvunni hjá Árna síðastliðið vor. Og svona dagar eru mikilvægir. Veðrið kemur auðvitað við sögu og skemmir fyrir okkur. Við komumst ekki út í eyjar og þá eins gott að nota daginn vel og taka saman, taka gögnin. Hlaða GPS-punktunum niður í tölvu, hlaða myndunum niður í tölvu og taka ljósrit af eyðublöðum og þetta allt saman. Það ótrúlega mikilvægt.
Þetta gekk ágætlega í ár, þetta tókst ekki 2006, alltaf svo gott veður, við vorum alltaf út að merkja. Og þá kemur að spurningunni sem allir hafa pælt í, skipta þær meyjar. Og svo dutta svarið ég held eftir því sem við merkjum fleiri og endurheimtum fleiri, þá muni þetta verða ennþá algengara heldur en það orðið nú þegar. Það voru 4 fuglar af 121 sem færðu sig milli eyja í fyrra. Og svo núna í ár, þá vorum við farin að sjá gul merki í það sem áttum að sjá hvítmerki. Það voru 4 stakkseyingar komnir í Hjallsey og Landey. 1 hjallseyingur fugl upprunalega mestur í Hjallsey kominn í Stakksey, þetta engin vegalengd þannig séð. Og svo 4 landeyingar á hreiðri í Stakksey. Svo gerðist það óvænta að einn af síðustu æðarfuglunum sem við snörðum í vor var elliðeyingur í Stakksey, sem kominn 7-8 kílómetra inn í bæ. Og þá hringdi Árni í föður sinn og sagði, heyrðu, þú átt eina hérna út í Stakksey, kom þú náði í dúnin. Og Jón var að í Rýrgirðingum og ef þið sáu auglýsinguna fyrir fyrirlesturinn þá standa þeir 2 á Melgresishólma, það Helgasker í Rýrgirðingum, sem mjög þétt, lítill klakkur, en þar eru 16-20 kollur, verpa svolítið þétt. Og þær eru, að því að það gengir vel að merkja þær, þá eru þær farnar að skila sér yfir í allra næstu eyjar sem eru Fleygisklettur og Hageyjarflaga. Og Hageyjarflaga held ég að sé 500 metra frá Helgaskeri. Nú, hérna á þessari mynd sem komin upp, þá sjáum við eina íhöldsömustu æðarkolluna, þetta stakkseyingurinn C0. Og ég held að sé hún sem ekki bara alltaf á sama stað, heldur hún alltaf eina af þeim fyrstu til að merpa. Hún bara mætt 20. maí og ekkert kjaftaði. Ég held að það sé hún frekar en einhverja félögum hennar. Og hún alltaf í kartöflugarðunum, þetta kallað. Og gömul kona sem átti kartöflugarð þarna lengi vel, þetta sést þess ennþá merki. Og ég var alveg undir það búinn að einhvern tíma myndi koma æðarkolla sem hefði orpið í Stakksey, Hjallsey og Landey. En þessi sami fugl myndi ná því á fyrstu 3 árum verkefnisins. Ég hefði nú ekki trúað því ef mér hefði verið sagt það fyrirfram, en þessi sem var merkt í Hjallsey 2015, við náðum henni 2016 í Landey og svo hún komin í Stakksey að endingu. Hún búin að prófa allar eyjarnar í Stykkishólmi, þannig að vel gert. Og þetta síðan kort sem Árni gerði og setti á Facebook síðuna hjá okkur og samkvæmt þessum niðurstöðum þessa árs þá erum við með meiri hreyfanleika heldur en Markus var búinn að segja mér að við erum með. Sem þess að þær fara lengri vegalengdir þegar þetta spilar inn í þetta stór eyja. Þannig eitthvað 100 metrar eða 300 metrar lítið út fyrir að vera stór vegalengd fyrir hreiðurfærslu hjá æðarfugli. Þá Landey, hún einfaldlega stór. Hún jafn stór og restin af Stykkishólmi. Öll byggðin í Stykkishólmi rétt svo kæmist fyrir í Landey. En þessi eyja gríðarlega margbrotin, þarna eins og ég segi, þarna mýrar, þarna höfðar, lyngmóar, gilskorningar, hæðir og hólar. Þær verpa niður í fjöru, þær verpa upp á hólunum, hliðin á máunum og stela hreiðrunum þeirra og þar fram eftir götunum. Það sem þær forðast hins vegar og það myndast alltaf eyða ef það svartbaksóðal. Svartbakurinn ekki besti nágranni þeirra. En hinir mávarnir virðast standa á sama þá. Þetta methafinn, þetta elliðeyingurinn sem flutti í Stykkishólm. Við Ellen merktum hana í Steinbyrginu við Skötuvík í Elliðey 2015. Árni náði henni á mynd árið seinna, svipuðum slóðum og svo var hún komin flutt inn í Stykkishólm núna í vor. Þetta aftur á móti dæmi færslu sem við höfum eftir að sjá. Þetta tekið í Þorvaldsey og í horninu hægra megin uppi sellátur sem bara nokkur 100 metra hinum megin. Og þrátt fyrir að vera búin að merkja í þessum 2 eyjum yfir 100 kollur þá höfum við ekki nappað þær að fara á milli enn sem komið Og inn í þetta fléttast svo Gimbureyingurinn eini. Gimburey lítil eyja milli Þorvaldseyjar og sellátur. Nú æðarungar, ég held að þetta sé einhver vonlausasta fjárfesting í fuglarfræði að merkja æðarunga. Marti Harjo merkti 3000 stykki í Finnlandi og fekk 70-80 tilbaka, eða það bil 3%. Og Dana Kellett og Ray Alice Áskas lentu því sama með æðarkóngsungana í Carrack Lake í Kanada.
sem sagt 3% af þeim skila sér sem fullorðnir varpfuglar. Við merktum 30 í vor, þannig við gætum fengið 1 tilbaka eftir 2020. Og gaman að segja frá því þessi eru merktir í Þormóðsey, þannig að það sem svartbakavarpið þannig það yrði alveg sérstakt afrek held ég ef þessi 2 skila sér sem fullorðnir varpfuglar. En það verður, við áttum þessi merki til, ég sem sagt fekk þau með svona óvart þegar ég fekk merkingarleyfi á æðarfugl fyrst 2012 og við fengum ráð hjá Sverri Thorstensen á Akureyri hvernig ætti að nota þau. Og lykilorðið þar blómaskreitingarleir, þetta sem sagt stálmerki, skorðuð með blómaskreitingarleir svo þau passi á ungana og síðan þegar að fuglinn vex þá molnar leirinn og merkið situr vonandi á sínum stað. Og svona, það var eiginlega ekki hægt að enda þennan fyrirlestur fyrir þess að sagan ekki búin, hún nú bara rétt að byrja. En við erum svona orðnir nokkuð sjóaðir í þessu og getum, eins og ég segi, við getum leitað vel. Við förum einu sinni í eyjarnar sem ekki alveg upp við land, förum stundum tvisvar. Og Jón atorkusamur í rifgirðingum og við náum að leita mjög vel í Stakksey, Landey og Hjallsey, þannig að eyjunum 3 uppi við Stykkishólm. Og það alltaf spennandi að sjá hvað gerist næsta vor. 2016 þá fattaði Árni, sem nú alinn upp við það að tína æðadún og verið í æðavarpi, fattaði að það var ekki allt með felldu í Stakksey og það reyndist vera minkur þar. Hann var reyndar dauður þegar hann fannst. Okkur þótti það mjög fallega gert á honum. Og þar fundum við líka hræ af æðarkollum með sítrakksendi, þannig að það var heppilegt, en þarna hafði minkur sem sagt hreiðrað sig og það nóg að það birtist einn. Þá bara hreinlega leggja þeir ekki í það að senka þeir því að verpa eins og þeir geta eða jafnvel fara eitthvað annað. Það hefur verið mjög gaman að fylgjast með þessu sambýli við mávana. Við erum með kríuvarp á 2 stöðum í Þorvaldsey og lítið kríuvarp í Landey og Hjallsey. Það er hettumásvarp í Sellátri og við erum með hvítmáf, svartbak og seilamáf í Landey. Þannig að þetta er gríðarlega skemmtilegt sambýli, fylgjast með. Svona treysta á óvininn sem vörn, væntanlega þá gegn hrafni og gegn örnum út í það farið. Og þessar ákvarðanir þeirra eiga að fela sig eða verpa á berangri og skipta þessi litir einhverju máli og svo auðvitað árabreytileiki og einstaklingsbreytileiki. En ég þakka áheyrn og býð í spurningar. Kærar þakkir. Já, nú höfum við nokkra mínútur í umræður. Ég ætla að biðja ykkur að gefa mig merki og ætla að koma með hljóðnemann til ykkar. Hver vill vera fyrstur? Já, þakkaði kærlega fyrir þennan áhugaverða fyrirlestur. Mér ástarlífið svolítið hugleikið. Parar þessi fuglar sig fyrir lífið eins og gæsi til dæmis eða eru pabbarnir breytilegi frá ári til árs? Það spurt já, sem sagt, hjá öndum það þannig, og æðarfuglinn vissulega önd, þá skipt sem sagt, samkvæmt bókinni skipt einu sinni á ári vegna þess að þau skilja yfir sumarið. Þegar hún leggst á hreiður þá hverfa blikarnir og kynin eru í aðskildum fellihópum og hittast ekkert aftur fyrir það bil í október, nóvember. Og þetta sést alveg á síðsumar. Við sjáum hópa með svörtum æðablikum eintómum og svo sjáum við hópa með eintómum brúnum kollum og stálpuðum ungum. Og það þannig samt með blikana að þeir eru ekki alveg sömu vonlausu feðurnir og hinir andastekkinir. Því leytinu að þeir eiga það til að sitja með kollunni fram á miðja álegu og það talið að þetta sé það nýleg ritgerð frá Noregi, man ekki höfundinn en hann fullyrti að þetta væri sem sagt heimskauta einkenni á æðarfugli. Þess að æðarstofnar á heimskautasvæðum þá væru blikarnir lengi í varpinu, fylgdu kollunni, pössuðu hana og svona fram á miðja áleguna. Þá þurfa þeir að fara að sinna öðru, fjara, felli og svona koma sér í burtu. Og þetta sjáum við á Íslandi. Við sjáum þetta í þéttustu æðarvarpunum. Rifi á Snæfellsnesi, Litlueyri við Bíldudal, þar sem verpa mjög þétt. Og svo einstaklingsbreytileiki. Það alltaf einn og einn sem hangir með sinni kollu eitthvað lengur en hinnir.
Og það gerðist í fyrsta skipti í sumar að við náðum 2 æðarblikum. Og við vitum í öðru tilfellinu hver makinn hún sem sagt ein af okkar. Þau eru hjón, við eigum þarna frægt par í Landey og það eitt af því sem verður mjög spennandi að sjá næsta vor, hvort að hann kemur með sömu. Ég segi alltaf, ég held stundum fyrirlestra fyrir Japani sem kom að kaupa æðardún. Þeir eru alltaf mjög alvarlegir. Ég að hlusta á mig, ég tala nú í gegnum túlk sko. En svo segi ég þeim það að fuglinn verði 20 ára gamall og þann skipt fái nýja kellingu á hverju ári. Það bregst ekki, þeir fara alltaf að skellilega. Heldur að þessi þannig að fá nýja á hverju ári? Finnur hann sína gömlu kærustu aftur? Það það sem spurningin aðeins. Já, finna þeir þá gömlu aftur, það ákveðnar líkur á því. Eða taka þeir saman við nýja. Það sem þetta hefur verið rannsakað með merkingum. Það er kanadísk rannsókn fyrir kvinönd og fyrir straumönd og þá var það 30–40%. Og svo var gerð rannsókn á stokköndum í Noregi, það eru reyndar stokkendur á svona tjörn í þéttbýli, svipaðar tölur. Það er svona innan við helmingur sem virðist ná að finna þá gömlu góðu aftur. Þess vegna einmitt held ég að hann komi nú með þessari sömu aftur, hann var svo rólegur og hlýðinn. Þakka þér fyrir Jón Einar. Ólafur Nílsson heiti ég. Ég ætla að koma með eina spurningu. Þú varst að tala lit á kollunum og ef ég skildi þig rétt þá hefur þú séð sama einstakling í mismunandi lit á milli ára. Er það rétt og hvað ræður þessum breytingum? Reyndar rétt að leiðrétta það strax. Ég hef ekki séð litaskipti innan sá sama einstaklingi, það er að segja ekki frá varpári til varpárs. Er þetta sami einstaklingurinn sem átt að sýna okkur þarna, eða er þetta fleiri? Þetta er sami fuglinn. En hann er greinilega mismunandi, hann er rauðari þarna á neðri myndunum, heldur hann á efri myndunum, þar er hann tiltölulega grálitur. Já, rauði liturinn er sem sagt vetrarbúningurinn og varpbúningurinn, fuglinn er sem sagt, efri myndirnar 2 eru teknar í júní og neðri myndirnar 2 eru teknar í janúar. Ok, takk. Ágætt að þú bentir á þetta ef ég er að rugla með þetta eitthvað. Þetta er sem sagt munurinn á vetrarbúningi og sumarbúningi. Kristinn heiti ég, mér er forvitni í að vita með Stakksey. Þar voru 1950 var töluvert mikið kríuvarp og jafnframt 30–40 kollurhreiður sem við hýrstum þangað til að minkurinn kom og breyti sig út svæðið, þá hvarf það nema krían, hún var þar áfram. Þessi ár sem við höfum verið í Stakksey, þessi fjöldi af æðarkolluhljómar nú eiginlega bara svo sami og við sjáum í dag. En kríuvarpið er ekki í Stakksey, það er lítið kríuvarp í Hjallsey, norðarlega veginni. Og svo er lítið kríuvarp sunnanlega á Landey, nálægt flakinu af stóra skipsflakinu og siglingamerkjánum. Þar eru kríurnar í þessum eyjum hjá okkur. Svo er auðvitað kríuvarp upp á flugvelli í Stykkishólmi og svo er lítið kríuvarp í Elliðavegi sömuleiðis. Já, mér leikur forvitni að vita hvort þið stefnið að ná ákveðnu hlutfalli af kollu sem verpa í hverju eyju, því að það er væntanlega nýtt varpið alls staðar, þannig að nokkurn veginn vita hvað eru mörg hreiður í hverju eyju, þannig eru þið með eitthvað svona stefnið að eitthvað ákveðnu hlutfalli, því að það er svo rýrgýringar náttúrulega langstærsta varpið og langdreifðast og það er svona kannski hæpið að bera það eru nokkur vörp með að við skilgreinið sko Landey og Stakksey og Hjalley sem sikkvort varpið, þetta ættir hann að vera sama varpið með rýrgýringar, en hvað er stefnið að háa hlutfall af veiðum til þess að geta metið þá hugsanlega hvað er raunverulegis endurheimtur hlutfallið er? Við erum í raun og veru kannski ekki með ákveðið markmið, það er ekki markmið að merkja hvern einasta fugl í ákveðinni eyju eða neitt slíkt, en okkur sýnist að þetta er nefnilega minnst eftir því hvað þær eru margar. Það gengur vel að ná mörgum, þessar hlutfallslega mörgum, þar sem það eru fáar, þar sem eru 30–40 hreiður. Svo leið og varpið er orðið 100–200 hreiður og ég tala nú ekki um 300, þá erum við náttúrulega bara,
þá held ég að við séum ánægðir með að vera með kannski 20% eitt þriðja sem mest einfaldlega. En þetta er auðvitað líka spurning árafjöldan á bakvið. Vegna þess að hlutfall merktra mun fara hækkandi. Ef F-fortið helst stöðugt, þá erum við sennilega að ná alltaf í skottið á fleirum og fleirum. Og svo auðvitað verður einhver endurnýjun og einhver dauðsföll. Aðeins fylgis eftir, það sko, til dæmis á rifgýringa, það eru væntanlega eyjarnir eru 10 eyjar rifgýringum. Þannig að eru þið að veiða jafnt yfir allar eyjarnar eða einbeitið ykkur ákveðnum eyjum í þessu 300 fugla varpa? Við einbeitum okkur að ákveðnum eyjum og Jón valdi þessar fyrstu. Svo datt ein þeirra út vegna þess að það kom minkur í hana og þurrkaði hann út og þá þurftum við að laga okkur að því. Og síðan við reiknum með því að halda sem sagt sama rúndir vegna þess að sumar eyjarnar eru það stórar að við komumst ekki yfir þær. Til dæmis þess að við þurfum að fara dagsferð eins og út í Bíldsey. Þar höldum við okkur við vesturhlutan á eyjunni vegna þess að þar eru flestar æðarkollunar og tíminn verður bara að leiða í það í ljós hvort að við höfum tíma og mannskap í það að fara að leita austurhlutan sem við fórum ekki í núna í sumar. Þannig að þetta er raunverulega verið að fylgja ákveðnum rúnt og síðan raunverulega sem sagt vera sem sagt samkvæmur sjálfur sér í F-forti frekar en eitthvað annað. Þetta, já, Pétur heiti ég. Mér langar að spyrja, kannski ekki sem ég gefum beint að þessu erindi þínu, heldur með fæðuval æðarfuglsins. Hefur það eitthvað breyst við hækkandi sjávarhita? Fæðuval æðarfugls hann er aðalæta og á Íslandi þá og á fleiri stöðum í heiminum þá hefur svona kræklingurinn verið aðalfæðan á veturna. Við síðan gerðum fæðurannsókn, notuðum sem sagt fugla sem drukknuðu í grásleppunetum, þetta var hluti af doktorsverkefninu hans Þórðar. Þá furðuðum við okkur á því, sáum eiginlega aldrei krækling, sáum nökkva, sáum beitukóng, alls konar snigla, krabba og raunverulega hluti sem kannski kom okkur ekkert voðalega mikið óvart. Og nú er ég til dæmis með nema frá Færeyjum og hún segir að það sé ekki kræklingur í Færeyjum, þeir borði bara snigla. En það sem skýringin á þessari óvæntu niðurstöðu hjá okkur var náttúrulega það og það var Hafsteinn í Flatey sem benti okkur á þetta að kræklingurinn hrygnir akkurat á veiðitíma grásleppuna þannig að við og þá leitar æðarkollan í aðrar fæðutegundir. En hvort að hlýnunin hafi áhrif, hlýnunin hefur ekki þau áhrif að kræklingurinn láti undan síga en það er til sænsk rannsókn sem sýndi fram á það þegar þið voru með kræklinginn í kerjum þá minnkaði vefjainnihaldið ef að vatnið var hitað 2-3 gráður. Þannig að kræklingurinn er sennilega ekki jafn góður í hlýnandi sjó eins og hann er í gamla góða kalda sjón. Til dæmis. Tíminn er að hlaupa frá okkur en ég ætla að leyfa eina loka spurningu. Já, það eru eiginlega 2. Þorsteinn heiti sem bara kynna það og ég kom svolítið að æðarmálum að því í ráðuneyti atvinnuvega, landbúnaðar og sjávarútvegs varðandi vottun og dún. Það eru 2 spurningar. Annars vegar skildist mér að æðarfuglum væri veiðifugl, til dæmis í Finnlandi, Svíþjóð, þannig skotinn. Hvaða áhrif hefur það á hegðun hans gagnvart sambýli við manninn, hefur eitthvað hugmyndir það? Og svo myndlistu á að Japani væri farin að heimsækja og heldur marga fyrirlestra á ári yfir túristum. Það var ekki þegar ég var í þessu starfi. Mér langar aðeins til þess að forvitast hvort að þetta er að breyta sölu á æðardún á Íslandi. Svo ég svarið fyrir spurningunni að æðarfugl er skotin á veturna í Danmörku og það eru varpfuglarnir finnsku, þeir sjá það samkvæmt merkingum. Æðarfugl hefur ekki vetursetu í Finnlandi. Og hann er skotin í Suður-Noregi, hann er ekki skotin í Norður-Noregi og munurinn sem norðmenn sjá er það að fuglinn verður styggari. Og besta sagan sem ég kann er þegar ég fékk stúlku frá Frakklandi í heimsókn sem var búin að fara á alla þessa staði. Hún fer út með aðdráttarlinsuna sína bara út á bryggju. Vildi taka myndir af æðarfuglunum í Stykkishólmi og svo klukkan var 5 og hálf 6 og það er komið myrkur og
ekkert bólar á stúlkunni. Svo birtist hún og hún var eitt bros yfir því hvað hún komst nálægt fuglunum. Og maður sér það alveg þegar maður keyrir fram hjá æðarkollunum í Grundarfirði, þar sem þeir eru mjög nálægt þjóðveginum. Þeir eru mjög rólegast, maður kemur að þeim í bíl. Þannig að ég held að sé klárlega að vinna með okkur og öðrum sem vilja upplifa þennan fugl án þess að skjóta hann eða éta hann, að hann er ekki skotinn á Íslandi og hefur ekki verið í aldaraðir. Nú varðandi dúnin, nei, þetta Japans framtak, þetta eru einfaldlega kaupendurnir hjá ákveðnu fyrirtæki í Stykkishólmi og það eru starfsmenn þessa fyrirtækis sem fá þessa ferð einu sinni á ári sem verðlaun fyrir góða frammistöðu í vinnunni. Þá fær þetta fólk að heimsækja Ísland og eins og ég segi, þeir heimsækja Stykkishólm og fara út í Hvallátur og fá að sjá æðarkollur og þetta er eina skiptið sem ég þarf að tala í gegnum túlk. Ég tala á íslensku og hún túlkar yfir á japönsku, það er mjög sérstakt. Ég sá fleiri hendur á lofti á hann en ég ætla að biðja ykkur bara að gefa ykkur að tala við Jón Einar núna eftir, við þurfum að stoppa núna. En ég þakka þig kærlega fyrir að koma og þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Á ég að ýta á stopp? Ekki? Já, ég læti ykkur bara um þetta.